Umhverfisráðherra hefur ákveðið að breyta mörkum friðlands Þjórsárvera þannig að hægt verði að ráðast í gerð Norðlingaölduveitu fallist var ósk Landsvirkjunar breytingu á friðlandinu. Umhverfisráðherra hefur dregið upp ný mörk friðlands Þjórsárvera sem gera ráð fyrir að hægt verði að ráðast í gerð Norðlingaölduveitu í farvegi Þjórsár. Samkvæmt greinargerð umhverfisráðuneytis verða mörk friðlandsins dregin í kringum fyrirhugað lónstæði líkt og Landsvirkjun lagði til í sumar. Samstaða hefur verið að stækka friðland Þjórsárvera til muna. Í sumar frestaði hins vegar nýr umhverfisráðherra friðlýsingunni rétt áður en kom að því að staðfesta hana eftir að athugasemdir bárust frá Landsvirkjun. Fyrrverandi umhverfisráðherra hafði þá ætlað að stækka friðlandið þannig að það hefði komið í veg fyrir Norðlingaölduveitu en veitan í verndarflokki rammaáætlunar. Í bréfi til ráðherra í sumar setti Landsvirkjun fram 3 tillögur nýjar útfærslur Norðlingaölduveitu innan friðlands Þjórsárvera eða að mörk friðlandsins yrðu dregin í kringum hugsanlegt lónstæði. Nú komið á daginn að sú verður einmitt raunin. Þetta ein af þeim tillögum sem Landsvirkjun lagði til og hér sjást mörk friðlandsins eins og umhverfisráðherra hefur ákveðið að þau verði dregin. Umhverfislónið þannig að Norðlingaölduveita fellur fyrir utan hið friðlýsta land. Samkvæmt náttúruverndarlögum annast Umhverfisstofnun undirbúning friðlýsingar og leggur friðlýsingar skilmála fyrir landeigendur, sveitarfélög og fleiri sem eiga hagsmuna að gæta. Í bréfi Umhverfisstofnunar til 2 sveitarfélaga sem dagsett 27. desember síðastliðinn segir að ráðuneytið hafi komist að framangreindri niðurstöðu. Stofnunin leitar nú umsagnar hreppsnefnda Ásarhrepps og Skeiða- og Gnúpverjahrepps, auk annarra sveitarfélaga hafa skipulagsvald innan friðlandsins. Umhverfisverndarsinnar eru æfir yfir breytingum á friðlýsingaskilmálum í Þjórsárverum ekkert að óttast, segir umhverfisráðherra. Umhverfisverndarsinnar eru æfir yfir ákvörðun umhverfis- og auðlindaráðherra að breyta friðlýsingaskilmálum sem voru unnir af Umhverfisstofnun fyrir stækkun friðlands í Þjórsárverum. Verndarsinnar telja að með þessu sé opnað á virkjunarkosti í efri Þjórsá sem gæti spillt einni fallegustu fossaröð landsins. Ráðherra segir verndarsinna bara með rangt mál. Jón Júlíus Karlsson segir frá. Náttúruverndarsamtök Íslands telja að Sigurður Ingi Jóhannsson, umhverfis- og auðlindaráðherra, reki fleyg inn í hjarta Þjórsársvers svæðisins með því að undanskilja svæði vestan Þjórsársvers. Með þessu sé á ný opnað á Norðlingaölduveitu í efri Þjórsá en deilt hefur verið þá virkjun árabil. Guðmundur Hörður Guðmundsson, formaður Landverndar, segir ákvörðun umhverfisráðherra umdeilda. Það máttu svo sem búast við því að þessi ríkisstjórn myndi breyta stefnunni og þarna ríkisstjórnin að halda þessum glugga opnum að Norðlingaölduveita verði reist. Ein glæsilegasta fossari landsins í efri Þjórsá. Efstur Kjálkaversfoss en neðar koma þeir Dingur og Gljúfurleitarfoss sem margir líkja við Gullfoss enda tilkomu miklir fossar. Guðmundur óttast örlög þessara fossa. Þetta myndi endanlega gera út af við fossarna ef Norðlingaölduveita verður reist. Leggið þið mikla áherslu að þessum áformum verður einlega bara stungið inn í skúfu? Já, í rauninni hefði þetta verið búið að því fyrir löngu og niðurstaðan var svo að það ætti ekki að virka þannig. Þetta svæði fór í verndarflokk. Þannig að við heldum að þessi deila í rauninni væri úr sögunni. Ráðherra telur umhverfisverndarsinna gera allt of mikið úr ákvörðun sinni. Hann leggur áherslu á að Norðlingaölduveita sé í verndarflokki og verði innan friðlandsins. Við erum fyrst og fremst að ná mjög stórum áfanga í náttúruvernd á Íslandi með því að friðlýsa mjög stóran hluta, stækka friðlandið í Þjórsárverum, umtalsvert, friðlýsa þann kost sem settur var í vernd í rammaáætlun 2. Ráðherra segir það ekki verið hans verkahring að taka ákvarðanir hvaða svæði eigi og eigi ekki að virkja. Hann hrifinn af fossónum í efri Þjórsá. Gullfossar, ég hef farið þarna í hestaferð og reyndar inn í Arnarfell og inn í Þjórsárver og riðið þar fyrir nokkrum árum. Þetta er gullfallegt svæði. Formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands sakar umhverfisráðherra að ganga erinda Landsvirkjunar með tillögum að breyttum mörkum á friðlýstu svæði Þjórsárvera. Ráðherra hafnar því. Náttúruverndarsamtök Íslands saka umhverfisráðherra að vernda sérhagsmuni Landsvirkjunar og ganga gegn hagsmunum almennings með því að draga upp ný mörk friðlands Þjórsárvera. Miðað við þau verður hægt að ráðast í nýja útgáfu Norðlingaölduveitu. Síðasta útfærslan sem Landsvirkjun lagði til að Norðlingaölduveitu fól í sér að hæð uppistöðu lónsins yrði 566 til 567,5 metri yfir sjávarmáli. Þeirri útfærslu var hafnað og fórun í verndarflokk. Landsvirkjun hefur lýst því yfir að ekki standi til að óska eftir því að taka hann upp á ný.
Ekki liggur fyrir ný tillaga frá Landsvirkjun, en fyrirtækið óskaði eftir því við ráðherra í fyrra að mörk friðlands Þjórsárvera yrðu dregin í kringum hugsanlegt lónstæði. En ekki fyrir neðan það, líkt og Svandís Svavarsdóttir fyrrverandi umhverfisráðherra vildi, en það hefði komið alveg í veg fyrir nýja gerð Norðlingaölduveitu. Nú hefur Sigurður Ingi Jóhannsson dregið upp ný mörk friðlands Þjórsárvera í kringum fyrirhugað lónstæði, líkt og Landsvirkjun lagði til síðasta sumar. Náttúruverndarsamtök Íslands hafa lýst áhyggjum af því að nýju mörk friðlandsins vendi ekki 3 vatnsmikla fossa neðan fyrirhugaðara veitu, Dynk, Kjálkaversfoss og Gljúfurleitarfoss. Já, það er út af fyrir sig alveg rétt, en það hefur svo umræða fossana neðar í Þjórsá, hún tengist að sjálfsögðu ekki friðlýsingu Þjórsárvera. Það er önnur umræða, hún hefur aldrei verið tekin til skoðunar í rammaáætlun vernd og nýtingu og ég tel að það sé eðlilegt að hún fari þangað. Fram hefur komið að þegar hefur rennsli í Þjórsá minnkað 40% frá því Landsvirkjun hóf framkvæmdir á svæðinu fyrir áratugum. Í rammaáætlun þá virkjun sem slegin var af kemur fram að rennsli í fossunum minnki enn frekar verði að veitu framkvæmdum. Náttúruverndarsamtök Íslands fordæma þessa nýju friðlandstillögu umhverfisráðherra. Hann að vernda hagsmuni Landsvirkjunar og fer að þeirra kröfum án nokkurs tilefnis. Ástæðunar fyrir þessari breytingu eru fyrst og fremst kröfur Landsvirkjunar sem hann hefur samið í samvinnu við Landsvirkjun og þetta er engin góð stjórnsýsla. Ertu að segja að ráðherrann sé að ganga erinda Landsvirkjunar? Já, ég að segja það. Hann að vinna að sérhagsmunum, vernda sérhagsmuni og gengur gegn hagsmunum almennings.